Komið sæl gott fólk og verið velkomin í hlaðvarpið Sögu skoðun með mér Andra Jónssoni og Ólafur Hersi Arnaldsinni. Við erum mættir hér aftur í þætti númer 69 af hlaðvarpinu og það heldur betur skemmtilegt, Ólafur minn. Já, alltaf gaman að setjast niður og spjalla sagnfræði við þig. Mér finnst nú reyndar ekkert svo langt sem við vorum hérna síðast sko að tala kommunismann í Austurblokkinni og hann er búin að vera svolítið mikið í þeim heimi hérna síðustu dagana og Já, ég sökti mér alveg virkilega í það. Þannig að, jú, ég er búin að hugsa svolítið mikið þetta einmitt kommunisma og Austur-Európu og allt það. En við ætlum í þættinum í dag nú eitthvað að hverfa aðeins frá þeim slóðum. Skiptum gír og skella okkur langt suður. Já. Og það líka eins og við höfum ofta að tala það náttúrulega í þættinum þetta með sko hvað þemu við að ræða og reyna að hafa svolítið svona breytt í þessu. Jú. Og náttúrulega eigum við okkar uppáhalds umræðuefni og þannig að það kom líka hérna ábending frá hlustanda að tala eitthvað meira Afríku og Afríku sunnan Sahara. Þannig að ég fór á stúfana og notaði Wikipedia. Já. Wikipedia er nefnilega gott einmitt til þess að fá svona hugmyndir. Þá var einfalt bara að leita konungsríki eða ríki sunnan Sahara. Þá dúkkaði upp einmitt konungsríki Kongó. Og þá hugsaði með mér, það getur verið gaman einmitt að athuga hvaða fyrirbrigði það hafi verið, þetta konungsríki Kongó. Og ég sá þá að Wikipedia er með þetta stóra grein þetta og þeir segja þá að fyrirbrigðið hafi verið til frá svona 1390 til alveg 1914. Já, þegar þú varst að segja mér frá þessu þá var ég alveg bara vissi ekkert hvað þetta var sko, aldrei séð þetta einu sinni. Nei, svo þessi saga Afríku sunnan Sahara er náttúrulega eitthvað sem ég hefur lesið búið lítið Ég held ég hafi lesið kannski eina bók sem fjallaði þá bara sögu Afríku og það var þá, eitt svona doðrandur, svona yfirgripsrit þá yfir alla álfuna og Afríka er náttúrulega brjálæðislega stór. Afríka er brjálæðislega stór sko. Afríka er brjálæðislega stór og við þetta í vesturinu höfum náttúrulega ákveðna svona myndir af Afríku sem að ég veit ekki, ég meina það er svo mikið svona legend og mýtur einhvern veginn tengt við þetta landsvæði einhvern veginn, bæði frá blautu barsbeini einhvern veginn þú veist, með einhvern veginn svona ævintýralanda sem er óslega mikið alls konar dýrum og svoleiðis sem maður sér þetta allir með þú veist, krakka, skilur sem að, með svo mína krakka og svona. Og og síðan alltaf fær maður alltaf rosalega svona einsleita mynda á Afríku í fréttum og svoleiðis og ég nú náttúrulega auðvitað ekki verið svo viðförð til að hafa farið til Afríku og ekki þú heldur held ég nú. Nei, ég hef ekki farið út fyrir Evrópu. Þú ert nú meiri heimalingurinn maður. Já, nákvæmlega heimóttalegur skrítinn bara. Evrópubúi. Finnst eitthvað utan Evrópu? Já, nákvæmlega. Nei, já, það er auðvitað við líka að tala það. Maður hefur nú verið svolítið svona eurocentriskkur oft hérna í vali á málefnum hér í hlaðvarpinu, en það er nú líka kannski sá bara þetta sem þú varst að nefna með þessi konungsríki fyrir og bara sögu Afríku fyrir nýlendustefnuna. Það er alveg magna hvernig þetta einhvern veginn hefur oft farið svolítið fram hjá manni nema maður hafi sérstakann áhuga á því og það er auðvitað, maður getur kennt sjálfur sér það því að maður getur alltaf fundið sér efni til þess að fræða sig hluti skiluru, auðvitað getur maður það mann er í sjálfvald sett að gera það en þegar kemur að sko, þú veist, því sem þú lærir í skóla þú veist, þá sérðu þetta svona hvað við sem samfélag erum að leggja áherslu á skilur og hvað er verið að leggja áherslu á skilur í þessari heimsögu og svona, þú veist, þetta er yfirleitt ekki nema bara eitthvað örfá blaðsíður í þessum yfirlitsritum heimsöguna, sko. Ég er nú með hérna bók hérna sem að ég gamla kennslubók úr menntaskóla. Þetta ykkur 3-4 blaðsíður, sko. Og þetta er yfirleitt svona, sko. Já. Það er líka ástæða fyrir þetta svona því eins og til dæmis þetta ég byrjaði þetta á að skoða þá þetta fyrirbrigði konungsríki Kongó og þá byrjaði þetta á alltaf fínt að byrja bara á Wikipedia og síðan skorla niður og skoða hvað heimildir er vísað í
og svo hann leit á netinu þá allir fann ég bók hann gefið nú tiltölulega nýlega þá The Congo Kingdom The Origins, Dynamics and Cosmopolitan Culture of an African Polity og hún var ný sko, gefið nú 2018 og þetta þá einmitt þessi bók þá unnin og unnin þá fyrir tilstilli styrkja frá Evrópusambandinu Congo King Project sem var þá eitthvað sem Evrópusambandi var að aðstoða við og það sem áhugavert að maður sér strax að sko sögulegar heimildir í raun og veru litlar sem engar já það náttúrulega megin ástæða fyrir okkur svo lítið skrifað þetta til dæmis þetta fyrirbrigði elstu heimildirnar eru þá kannski munnlegar heimildir sem voru skrifaðar niður á 16. 15. öld einmitt þetta konungsríki átti sér ekki að ritmál Viltu ekki byrja að segja okkur eins hvar þetta konungsríki og hvenær erum við að tala þetta? Af því að sko Kongo náttúrulega eru þetta á í Mið-Afríku og síðan erum við í dag með 2 ríki sem að heita Kongo útskýrum þetta eins nafnið þá dreiðið af Kongo áni sem verður mikla fljótsrennur þá frá djúpt inn í Afríku og Kongo og vestur og rennur út í Atlantshafið og þetta sunnan við fljótið þá og þó við þá ströndina og þá syðst og vestast í Kongo þar stutt yfir til Angola er meira að segja svo fáralega landamærin hérna Angola nyrsti hluti Angola er klofin frá sjálfu Angola þannig að lýðveldið Kongo eigi sér strandlínu Já, þá ertu að tala um þetta sem heitir ennsku Democratic Republic sem er gamla Zaire sem er gamla belgíska Kongo Já einmitt Þannig að þarna er þá þetta svæði er þá norðurhluti Angola og svona vesturhluti Kongo, gamla Zaire það er svæðið, en þetta fyrirbrigði þetta konungsríki Kongo þá frá 1390 allt til 1914 náttúrulega bæði þandist út og dróst saman þannig að það var mismunandi hversu stórt ríki var og hversu sterkt en gullöld þess er ju kannski svona 15. og 16. öld einmitt en mér finnst það alveg bara rétt að nefna það sko að því að þetta ríki sko hverfðis eða sko sveiflaði svolítið í kringum höfuðstaðinn Mbanza Kongo sem að í sko dag í Norður Angola en þú veist Norður Angola liggur náttúrulega alveg upp á Kongofljótinu ef maður skoðar þetta á korti sko og þegar við tölum sem sagt Kongo í dag þá Kongo með C svo heitir í dag sko þá er það þessi 2 ríki sem eru sko gamla belgíska nýlendan og gamla franska nýlendan sem er norðan við Kongofljótið sem heitir lýðveldi Kongo sem var hluti af frönsku miðbaugs Afríku þannig að þú veist þegar við tölum Kongo í dag þá eru það þessi 2 ríki sem eru þú veist hluti af þessu frankofón svæði þessu gamla þú veist það sem menn tala frönsku hafa arfleið af þessum frönsku nýlendu ríkjum en þetta ríki, konungsríki Kongo tengist auðvitað meira inn í hennan portugalskar pakka sko og þar alveg endi Angola sem var náttúrulega portugalsku nýlenda Já að þetta náttúrulega má ekki vera of einfalt þannig að í dag ertu þá með annars vegar þá þú ert með lýðveldið Kongo það er þessi fyrir franska nýlenda og svo ertu með lýðstjórnar lýðveldið Kongo heitir það á íslensku? Já, heitir það á íslensku stjórnar lýðveldið og það er þá þessi gamla belgíska Kongo og svo er það með konungsríki Kongo sem náðir bara það yfir lítinn hluta af þessum Kongoríkjum og var með þungamiðu sína í því sem er í dag Angola sem sko. Var Portugals nýlenda eins og segir og þetta má ekki vera of einfalt nei, ég veit ég er nú að skoða hérna Google Maps bara fyrir fram með hérna það er ekki hægt annað heldur en að sko, nema að mann sé expert í þessum fræðum sem ég náttúrulega ekki þannig að það er að gera að vera með kortið hérna fyrir fram að sig sko að gera þannig að það sem að
það sem að Kongo áin rennur hér út í Atlantshafi, þar eru 3 ríki sem að mætast, Angola, liðstjórnar lýðveldi Kongo og lýðveldi Kongo, og þó það sé kannski pínu off topic auðvitað, en eins og til dæmis auðvitað Kongo, náttúrulega gamla belgíska Kongo, er náttúrulega alveg moldríkt af, þú veist, það búa 111 milljónir manns þar, og moldríkt af auðlindum, olíu og dementum og gulli og kopar, ég veit ekki hvað sko. Kemur ekki allt kóbaltið í sem notaði rafmagnsbílinn í dag, ég held að það komi úr einhverjum hryllilegum námum í lýðræðinu Kongo. Já, en já, konungsríki Kongo. Og það er þá, það er náttúrulega áhugavert að, eða svona sérstakt, hvað maður að segja, ég held að flestir hafa auðvitað þá sýnað þegar að Portúgalar þá voru að sigla þetta með frá ströndinni, að þá hittu þeir bara eitthvað svona frumstæð menningarsamfélag sem menn lifðu líka við bara í einhverjum strákofum, en það auðvitað voru til einhver ríki þarna og staða þessar ríkja var auðvitað mismunandi eftir hvar þú ert í Afríku, og allir þess að vera gaman að tala ekkert og setna hinn og þessi ríki í vestur Afríku. Já, Mali, sem hefur þótt lemast orðið fyrir miklum áhrifum frá einmitt Íslam og svona, einmitt Mali og samfélög þar. Mali ríkið átti blómaskeið á ekki 13. og 14. öld. Já. Er það ekki það sem að Timbuktu var mikil verslunaborg? Jú. Þá erum við að tala um Vestur-Afríku, já. Og þess vegna áhverð þegar maður er komið svona langt eða svona suður eftir að þarna hafi verið þá þetta konungsríki Kongo, sem Portúgalir þá uppgötvuðu 1483, já. 1483. Já. Diogo Chao, held ég að segja, borið fram, landkunnurinn portugalski sem fann ríkið. Og Portúgalir náttúrulega voru búin að vera að uppgötva löndgang dálítið lengi og konum með sínar venjur þar, þannig að þeir náttúrulega byrjuðu á því að ræna aðalsmönnum og fólki á taka til fanga og skiptast á gíslum, þannig að þeir skildu eftir ykkur Portúgala og fengu í staðinn gísla frá þessu konungsríkinu Kongo sem þeir segja sildu með heim til Portúgals til þess að kynna þeim Portúgal og byrjuðu að byggja ykkur tengsli við þetta ríki. Portúgal voru fyrst og fremst að leita að verslunarmöguleikum. Já. Það sem ég veist að leita sérs áhugaverðast og svona að skrýtnasta við þetta er að þetta konungsríki tók upp kristni eiginlega leið og var strax fyrir gífurlegum áhrifum frá Portúgal. Þannig að sásættilegast var það konungur á þessum tíma þegar Portúgalinn fyrst koma, að þeir tóku upp portúgalsk nöfn. Þannig að Afonso fyrsti til dæmis, konungur af Kongo. Já. Og síðan ertu bara með röðina, Henrique og allavega einhver bara portúgalsk nöfn á konungsættinni. Einmitt. Þannig að þú skoðar konungalistan yfir á konungarna sem ríktu þarna, þá er þetta allt bara, þá er þetta allt, portúgalsk nöfn sem notu, og á fyrstilli, João, konungur á Kongo. Því maður sér ekki, maður ímyndir sér að sé eitthvað allt annað. Það er sem svo sérstakt þegar menn bara svona taka upp hluta þá af menningu annara. Og þeir gerðu þetta líka bara aðrir aðalsmenn og svona höfðingjar fóru að taka upp þessi portúgalsku nöfn. Já, og ekki það er þetta þekkt fyrirbrigði í allri Afríku að menn hafa tekið hinn og þessi nöfn, menn ofta ensk nöfn eða frönsk, en síðan eru þeir samt líka með eitthvað afrískt nafn. Já, en ef við skoðum aðeins þetta ríki, við setjum þetta aðeins í samhengi. Þú nefndir áðan önnur konungsríki í Afríku fyrir nýlendustefnuna. Þú veist, við erum alltaf með Egyptaland og þú veist Númibíu og Eþíópíu, þessi gömlu fornu ríki þar uppi í Norður Afríku. Síðan er þetta með Mali og þú veist, í Vestur Afríku. Þá er Afríka að stórum hluta bara ríkislaust svona ættbálka samfélag. Þú veist, ekkert mikið stærri hópar en náttúrulega þetta
það sem menn voru að lifa á, þú veist, jarðrækt og dýrveiðum og svona safnara lífstíl en líka þetta bændur með húsdýr og akuryrkju og annað en virðist ekki hafa verið mikið svona öflug miðstýrð ríki. Jú, mjög mjög leitið það var Afrika í mitt Nei, og það hangir held ég fyrst og fremst saman með landafræði Afríku. Afrika hefur alltaf átt að glíma við alveg ömurlega landafræði. Árnar til dæmis eru mjög lélegar hvað það varðar að sigla þér. Það er mikið að það eru fossar og hindranir þannig að það vantar ár sem er einfalt og létt að sigla upp eins og til dæmis í Evrópu, Rín til dæmis hefur alltaf verið mikilvæg fyrir hinn og þessa flutninga flytja vörur og ítundi verslun og slíkt. Bandaríkin til dæmis, það er ekki tilverun að Bandaríkin urðu svona fljótt innvætt og okkur er svona mikil velmögun í Bandaríkjunum vegna þess að það er ekkert landsvæði í heiminum sem hefur jafn mikið af ám sem hægt að sigla á Bandaríkin. Það náttúrulega þýðir að flutningskostnaður margar lægri heldur en annars staðar. Enn fremur eru náttúrulega allir þessi sjúkdómar þannig að til dæmis hross eiga mjög erfitt uppdráttar í Afríku. En samt náttúrulega þessi ríki sem við þekkjum úr Afríku þau náttúrulega hverfast í kringum stórar ár og samgöngulegir og eins og til dæmis Níl þannig að þú ert með Egyptaland og Núbíu og þetta og svo ertu með náttúrulega Mali-ríkið í kringum Senegal og Níger ána og svo ertu með Kongo-ríkið í kringum Kongo-ána sem eru þetta sama og sér alls staðar annars staðar náttúrulega. Já, þessar fáu ár sem hefur og sér náttúrulega verður aðtuga það sko, þegar ég á við Afríku núna þá er ég ekki að tala um Afríku til norðan Sahara, Egyptaland, jú, það er í heimsálfur Afríku en Egyptaland hefur alltaf tilheyrt Miðjarðarhafinu og á mikið meira sameiginlegt með Evrópu til þess heldur nokkuð tíman Afríku, sunnan Sahara. Þannig að Afríka og sunnan Sahara, jú, þú ert með Kongo til dæmis, en Kongo-áin er ekki siglanleg nema bara að hluta til. Og ennfremur líka þessar árhatni í Níger og svona, jú, auðvitað sá hluti sem er siglanlegur, það er náttúrulega hafa myndast samfélag. En þú horfir til eins og Afríku í heild sinni, Afríka er sko brjálaslega stór og eins og þú þekkir jú vel að það náttúrulega öll kort sem við styðjumst við í dag eru auðvitað skökk og mjög villanleg því Norðurálfa náttúrulega er mikið stærri á korti heldur hún er í raun og veru. Þannig að sko, og Afríka til dæmis hefur alltaf verið svona underpopulated. Það hefur alltaf verið of fáir í Afríku miðað við stærð og auðlindir og það er meðal annars út af sjúkdómum og slíku. Til dæmis það að allt þetta svæði hérna Sierra Leone og það svo er vesturhluti Afríku og þetta frumskógabelti Afríku, þetta var þekkt sem gröf hvítamannsins áður fyrr því Evrópubúar einfaldlega bara létust ef þeir reyndu eitthvað að fara þarna inn í landið, dóur malaríu og öðrum sjúkdómum leið. Þannig að allir það svæði opnaðist ekki fyrir Evrópubúa fyrir bara upp úr almennilega fyrir lok 19. aldar þegar maður komið Kínin til þess sem lifi malaríu. Þannig að með Kongo-ríkju þetta átti við þessi vandamál líka að stríða. Það er illsiglanlegar ár, ég held að þeir hafa ekki verið að reyna hesta en eitt slíkt. Og það er náttúrulega, þú veist, ok, hvað styðstu við til þess að flytja vörur? Jú, það er þá mögulega nautgripir en nautgripirnir fara svo mikið hægar yfir heldur en hestarnir og verður mikið lélegari í að flytja byrðir og eða þá bara einfallega nota fólk en það er búið að takmarka hvað manneskjan getur borið. Svo er þetta náttúrulega líka þetta svæði, þetta náttúrulega bara gríðarlegar víðáttur af frumskógi, regnskógi. Já. Skilurðu. Og það er eins þannig til dæmis að stór hluti Afríku líka er fátækt landbúnaðarsvæði. Í þeim skilningi að jarðvegurinn er fátækur. Hann er tiltölulega næringarsnauður. Hann á til dæmis framleiðsluhættir á þessu svæði voru háðir því að á svona 10 ára fresti til dæmis að þá tók allt þorpið sig upp og færði sig eitthvað annað. Af því þá var búið að nýteilu öll næringarefni í jarðveginum og það var lítið áburð og þá þurftu þeir einmitt að færa sig til sem var svo ekkert vandamál því þannig sé vegna þess að Afríka hefur alltaf verið með svo lítið að fólki alltaf verið svo fáir sem hafa í rauninu búið í Afríku miðað við stærð landsins og það hefur aftur á móti leitið til þess sögulega að stærstu auður Afríku það var alltaf manneskjur, fólk
og þess vegna til dæmis er það stór hluti að af hverju þrælakerfið hefur verið grundvallar atriði í afrískri menningu bara frá upphafi alveg frá upphafi Öróvalda, þá hefur mannauður verið mikilvægast auður Afríku vegna þess að það er nóg á landi það er svo sem ekki að fara að berja sérstaklega land það er hellingur að því nóg svo sem að dýrum að veiða og getur verið með stórar hjarðir af nautgripum og kindur og getur og hvað það er fólk sem vantar alltaf þannig að menn börðust mikið sko til þess að ná í einfallega fólk og hneppa í ánóð og það er þess áhugavert að það sem gerist í þessu kongóska ríki eftir því sem það byrjaði að liðast meira í sundur þá eftir gullöldina þá svona kannski 16., 17., 18. öld þá gastu til dæmis verið með öfluga herstjóra og svona leiðtoga sem til dæmis þá hnefti fólki í þrældóm og þvingaði það til þess að setjast niður í einhvern bæ og mynduðu svona borgar eða svona bæjar virkja einingar þar sem að þeir byggðu þá öflugt virki þar gáttu þá varið sig og sína og hneft fólki þrældum haft þrælan í kringu sig og látið þá vinna fyrir sig og borga þá framleiði eitthvað sem það er að selja og slíkt og þess vegna náttúrulega gáttu Evrópubúar bara farið beint inn í þennan þrælamarkað og keypti til dæmis þræla af Afríkubúum það er allir mest mikilvæg hlut á söguna að Evrópubúar fönguðu enga þræla Evrópubúar gátu það ekki ef Portúgalar hefðu til dæmis að senda inn einhvern her til dæmis árið 1500 til þess að ná sér í þræla í því sem í dag er Angóla eða Kongó eða hvað þeir hefðu drepst í sjúkdómum leið og engin snúið tilbaka eitthvað það samt þetta væri verið að snatsa fólk á ströndinu og svona en stærstum hlutu þetta væri sér þræla verslun þetta og þeir reyndu það, ég veit það finnst til dæmis það finnst alveg heimildunum það, menn reyndu þetta en menn gáfist mjög fljótt upp á því en 1390 er svona yfirleitt talið upphafs ár þessa ríkis þá er talað að það hafi orðið til svona samsóningur af ættbálkum og svona nágranna ríkjum sem að suðust svolítið saman og upprunamýtan er í kringum ákveði hjónabandið ekki sem að voru tvær ættir það var ég með þetta fyrir frammi það var Nima A. Nsima og Lukeni Luan Sanse sem að giftust og það voru tveir ættbálkar og sonur þeirra Lukeni Liuanimi sem var fyrsti konungurinn og þá hafa menn skellt á þessu árið 1390 sem upphaf en það er auðvitað þess að þú segir rosalega erfitt að þú veist vita að því það er svo lítið af skriflegum heimildum auðvitað með þetta tímabil og það er eins og varum að tala í byrjun einmitt að af hverju svona fá að blaðsíður sögubókum þetta því að það er svo að alltaf með sagnfræðina sagnfræðin er svo fræðigrein sem hefur það sem viðfangsefni að skrifa niður og túlka hvað gerðist hvað gerðist í sögunni og til þess að gera það og skrifa maður niður eitthvað með einhver skjöl og sagnfræðingur og þá síðan að vinna þá með ritaðar heimildir og þegar þú með ríki eins og þetta sem átti sér, var ekki með stafróf og var ekki með neina ritheimildir þá er ekkert að vinna með annað en þá fornleifar þannig að það er kannski fornleifafræðin sem fyrst og fremst getur sagt eitthvað fyrir til dæmis þetta ríki þá 1390 en það sem er til af þá sögulegum heimildum það eru þá auðvitað alltaf prestar trúboðar, jesúítar oft sem þá voru að fylgja þessum landkönnum og þá auðvitað að kristna og dreifa trúnni og þeir þá skrifuðu niður og gáfu út heimildir en það er það fyrst og fremst sem við höfum fyrst og fremst það er heimild sem við höfum þetta ríki það eru munnmælasögur sem voru skrifaðar mikið seinna og það leiðir þetta til þess að það er búið að takmarka að segja hvað
hvað raunverulega gerðist en þessi náttúrulega stærstu hluti í raun og veru sögu mannkyns náttúrulega óskrifuð og mun alltaf vera það. Jú. Það áhugaverð frumheimild frá 1591 eftir Filippo Pigafetta sem var Ítali sem að fór með einhverjum leiðangur í þangað og skrifaði skýrslu bara landlýsing skiluru og lýsing á öllu ferðalaginu og lýsing á öllu þarna frekar nálægt þessu tíma sem mjög áhugavert, ég var næst að glöggi í það það hefur verið þýtt yfir á ensku og einmitt frá 1591 og auðvitað náttúrulega og þessar heimildir náttúrulega eru þetta ómetanlegar því að maður hefði ekki þessar heimildir þá náttúrulega verður maður ekki við neitt og verður ekki með þessa trúboða sem skrifuðu niður hvað þið sáu og skrifuðu niður siði og menningu og til og með tungumálin og það var þessar munnmæla sögur ef það var ekki fyrir það þá náttúrulega hefðu ekkert en mér sýnist nú að sko þegar að Portugalanda koma með 1483 sagður eða 2 sko þá er þetta ákveðin náttúrulega þáttaskil en fram að þeim tíma, þessi 100 árin þar á undan, þá er þetta ríki búið að vera að vaksa eitthvað og mér skilst nú að það hefur verið einhvers konar svona ríkis vorum einhvers konar stjórnsýslu og einhverjar reyningar og veistu eitthvað um það? Hvernig þessu var stjórnað? Já, maður vil fljótt kannski fara að nota þetta eitraða hugtak svona einhvers konar lénskerfi en það náttúrulega passar ekki að vera að tala um það Nei, og svo kannski passar heldur ekkert að nota orðið ríki heldur, kannski meira samveldi eða samsóningur ættbálka eða eitthvað svoleiðis Það er bara það sem mér finnst það bara að vera svolítið snúið þetta að það er svolítið erfitt að tala um þessa sagfræði vegna þess að þetta er svo heitt að ýmsu leyti maður er svo hræddur að brenna sig vegna þess að sannleikurinn er auðvitað sá að Afrika sunnan Sahara náttúrulega hefur verið á allt öðrum stað heldur en Evrópa til dæmis þannig að til dæmis á þessum tíma ef við tökum bara eitthvað tökum dæmi frá hernaði hermenn þessa ríkis þeir notu ekki brynjur þeir voru með sverð og skildi það voru þú veist elítu hermennir, bestu hermennir þeir voru með stóra skjöld sem gat varðið á svona frá hálsi og niður að hnjám og síðan sverð og annars var megnið að hernum þá menn með bóg og örvar það gefur auðvitað auga leið að það er mjög frumstæður hernaður ef þessi her til dæmis hefði mætt einhverjum evrósku miðaldaherri eða rómverskri legjónu eða samúræjum frá Japan eða hvað það er eða þess vegna örbum á hvaða tíma sem er þá náttúrulega þetta her sem er náttúrulega margfalt vanþróaðari og þegar hernaðatæknin er svona aftarlega þá náttúrulega eru aðrir hluti líka mjög aftarlega á meirinni En það þarf ekkert að vera neitt feminismál sko Nei, en mér finnst það mjög oft og eins og þessari bók sem er gefin úr 2018 þá er mín tilfinning að fræðimennir eru voðalega mikið að reyna að leita og finna allt sem þeir geta til þess að ýta undir að byggja undir að þetta hafi verið mun þróaðara og nútímalega ríki heldur en það hafi verið þannig að til dæmis þú séð í titlum á bókum það sem er kannski þessu snúi við það var ekki Portugal sem uppgötvuðu Kongó 1483 heldur var það Kongó sem uppgötvaði Portugal Já og jú, þú getur bara sagt að Kongó uppgötvaði ákveðin leiti líka þarna að væri til eitthvað fyrirbrigði sem heiti Portugal og þeir sendi menn þangað og svona en þegar þú virkilega ferð að kafa ofan í þetta og velta þessi fyrir sér og ræða þetta þá eru þetta grundvallar munur á því að sigla frá Portugal til Kongó, uppgötu Kongó eða að Kongó hefði byggt eigin báta og skip og siglt frá Kongó til Portugals og bankað á dyrnar í Lissabon og sagt hei, hverju eru þið? Þannig að þú veist þetta er voðalega, mér finnst þetta að vera voðalega snúið því það er þessi mikla tilhneiging að búa til eða reyna að mála eins jákvætt og hægt er vegna þess að mönnum finnst kannski vera einhvern veginn hvað maður kalla hálf niðurlægjandi að
þetta ríki hafi verið svona vanþróð ef maður nota það orð. En þá það auðvitað afleiðing sko nýlendustefnunar og alls sem að gerðist náttúrulega frá 1500 sko til 1975 eða hvernig sem það nú var sko og náttúrulega bara afleiðingin á því og náttúrulega auðvitað eru þetta ný sjálfstæð ríki sem að eru þarna í dag og þau gera náttúrulega svo öll önnur ný sjálfstæð ríki og þau náttúrulega þurfa að byggja upp sína sögu og sína þjóðvitund og svona og ég náttúrulega þekki ekkit svo sem að hversu miklu leiti fólk, sagfræðingar og svona í Afríku að gera það en það auðvitað mjög sterk auðvitað þessi post-kolonial fræðimennska og allt það skilur í Afríku og svona en mér finnst nú samt svona það á auðvitað ekkert að vera neitt temnismál að tala það að einhverja þjóðir hafi verið frumstæðir að sko lifnaðarháttum og atvinnu og framleiðsluháttum og stjórnsýslu og annað sko heldur en aðra þjóðir á sögulegum tíma og það auðvitað stöndum við fram fyrir sama vandamáli þegar við tölum sko Evrópu á ármiðöldum þú veist við notum oft orðið ríki en þó með þeim fyrirvara að ríki árið 700 þýðir ekki það sama og ríki þýðir árið 1700 eða árið 1950 sko og þarna getur maður auðvitað notað orðið ríki og hefur verið notað orðið ríki eða konungsríki því að þarna var viðvöld þjóðhöfðingi sem að bara við þekkjum þetta allstaðar ég meina við notum orðið kongur skilur eitthvað sem kannski fólkið sjálft kallaði sig ekki kong, það kallaði sig eitthvað annað ég meina við þekkjum þetta úr Evrópu og allstaðar skilur maður alltaf að yfirfara nútíma hugtök skilur yfir á eitthvað annað sko eins og til dæmis persneski við vorum að tala um persaveldi í þessum daginn ég meina þar er hann kallaður persakonungur skilur síðan tölum við skilur Kongókonungin og síðan tölum við Karl III konung Stóra Bretlands í dag menn þetta náttúrulega bara gjörólíkir hlutir samt köllum við þetta allt konung algjörlega og ég alveg sammála því auðvitað maður geta tala um það bara að hreinskilni og sett fram svona hvaða staðarendir og hvað gögn maður hefur og þá til dæmis í þessu tilfelli þá getum við þetta kallað konungsríki Kongó þar sem að konungurinn þá leiðtogi þessa pólitíska fyrirbrigðis til dæmis þá átti sitt höfuðsettur þar sem að hann stýrði þá þessari pólitísku einingu og hans vald til dæmis birtist í því að hann gætt kalla út her sem kannski var upp á 20-30.000 hermenn og gætt beitt þessum her til þess að berja á ættbálkum sem voru þá á jaðrinum það voru önnur konungsríki sem voru svona sjálfstæðari eða ósjálfstæðari og í einhver tengslum þá við þetta konungsríki og konungsríki Kongó var byggt upp þá í kringum héröð og það sem að voru þá aðrir leiðtogar sem báru ýmsa titla og til dæmis þar áhvert eftir að Portúgalar komu og þá tóku þeir einmitt upp líka portúgalska titla þannig að til dæmis þeir fóru að tala um greifa og eitthvað slíkt þannig að þá sér maður líka hvernig þeir voru að nota þá portúgalska löggildingu í formi þá titlana á greifana og kirkjuna og konungsvaldið ég veit ekki, getur verið að þetta sé eitthvað skona nútíma væðing ég meina, ef þú hugsar það þannig að það sé bara verið að tilengja sér sko nútíma væddari stjórnunarhætti, getur það verið? Já, algjörlega, ég myndi segja að það hafi verið fyrst og ennst það sem var að gerast Já, nei, bara því að þú veist ef maður skoðar þetta, því að þú veist það er alveg klart að sko, þú ert með Kongó á toppnum og hann hefur sitt svæði sem að er klárlega definera sem eitthvað sem öðruvísi en nágrannaríkin þannig að það ertu strax komið með eitthvað svona politískt entity skilur sem þetta er og þetta land var náttúrulega alltaf líka í útþenslu alltaf í stríðu við nágrannaríkin eins og varst að koma þarna og svo til dæmis þegar kemur fram á þrælaverslunina þá til dæmis eru þeir með svona policy skilur að þeir eru ekki að selja fólk sína eigin þegna til Portúgals heldur eru að selja þegna frá öðrum löndum sem að þeir eru í stríðum við og svoleiðis þannig að þá ertu strax bara ef við ætlum að reyna að definera hvað þetta var að þá ertu með þá er það strax orðið eitthvað svona pólitísk eining sem að svo getur maður spurst sko hvort að þessi pólitíska eining hafi kannski styrst svolítið við það að komast í tengslu Portúgalina og þetta hafi verið þetta byrjað
byrjað undan því sko. Og Já. svo þetta rosalega erfitt þegar mikið af heimildunum eru náttúrulega frá Portúgalunum og eru kannski brefi, svo það er til bref frá þessum Kongó, hvað sem kongólesísku konungum til portúgölsku konungana þess að þeir eru að ræða málin til dæmis og þá eru þeir náttúrulega að nota orð og hugtök og svona sem að skilur, eru kannski framhandi fyrir þessum þjóðum áður en Portúgal kom. Jú, og það er einmitt það sem maður getur auðvitað borið þetta saman við til dæmis styrkingu konungsveldis og þessa uppbyggingu á einhverja ríkja í Norður-Evrópu og í Skandinavíu til dæmis. Kristni til dæmis og konungsvaldi, það voru bara tvær hliðar á saman pening. Einmitt. Og þar sem að konungarnir einmitt voru þá að vinna í því að byggja upp stjórnsýslu þá þetta í kringum kirkjuna sem hafði þá bókmenninguna og virðinguna sem fólst í því og öll sú saga. Og maður sér auðvitað að konungar Kongó voru í ykkur svipaðri ríkis uppbyggingu. Og það sér maður til dæmis í því að orðið bók og allt í tengslum við það naut mikillega virðingar í Kongó. Þannig að það til dæmis að hvað ég segja, aðalsmenn í Kongó svo vildu senda börnin sín til Portúgal til þess að læra að lesa og skrifa og tilenga sér þess að það bókmenning og konungar Portúgals voru ofta að biðja, konungar Kongós voru ofta að biðja konungin í Portúgal að senda sér til dæmis bækur. Einmitt. Og hlutaði ég að byggja upp kirkjuna, það var síðan líka rampolítist í því að það var verið að reyna að koma á erkibiskupsdæmi í Kongó sem er þá sjálfstætt. Það tókst ekki því konungurinn í Portúgal tókst að fá páfa með sér lið og stýraði sjálfur til dæmis þá hverir setti sér prestar og slíkt. En síðan það sem er kannski líka mikilvægt að hafa að taka með þegar maður er að ræða allt þetta hér að eins og ég búið að setja upp svona núna þá hljómar þetta svo Kongó hafi verið voðalega kannski passífir og þeir hafa verið voða mikið bara svona taka inn og tilenga sér eitthvað á Portúgal en það sem gerist auðvitað líka er að Kongó auðvitað tekur upp ákveðna hluti en þeir auðvitað breyta því. Einmitt. Það getur borið þetta saman með eins og í dag kommunisman í Kína, það er kommunism með kínverskum áhrifum. Já. Og þú tekur þetta ekki bara reynd upp, þú verður að breyta þess aðeins. Sérstök júgóslavnesk leið til nákvæmlega. Og fræðimenn eru þetta líka kannski að reyna að einblína svolítið á það og það eru þetta líka liggur á bakvið að þegar að sumir eru til að segja nei það var ekki bara Portúgal svo uppgötvaði Kongó 1483 er líka Kongó svo uppgötvaði Portúgal og það voru til dæmis, mér finnst það mjög gaman að lesa það að kirkjan í Kongó það er bara alltaf vandamál og þegar það var kristni einhverja þjóð að þá auðvitað verður að aðlaga boðskapinn og þú verður til dæmis að þýða orðin og hugtökin og allt þess orðræði sem þú ert að koma með og verður að þýða hana yfir á tungumálið. Já. Og þá stendur náttúrulega frammi fyrir því, þú veist, hvaða orð ætlar að nota og það getur oft verið mjög snúið, sérstaklega ef tungumálið á ekki sömu orð. Þannig að til dæmis það sem menn gerðu er að menn notuðu þekkt hugtök. Þannig að til dæmis þeir sem voru svona hálgerðir, hvað var kallað, svona kannski ekki endilega trúarleiðtogar en voru ykkur svona tengslum við andaheimin og handanheimin og slíkt. Það orð var notað yfir þá til dæmis prestana. Það sem var til dæmis einhvern veginn galdrað, það var eitthvað svona galdramáttur í ykkur, það orð var til dæmis notað yfir það sem var þá heilagt. Einmitt. Það sem við þá sérstakt við það þá er það miklu léttara að skipta úr einni trú yfir í aðra þegar þú ert að nota sömu hugtökinu raun og veru. Og síðan það getur verið tölverið svona getur verið tölverið munur raun og veru á sko kannski inntækin í orðinu. Og getur léttar að fá fólk með sér, svo mér stu áhugavert þarna með til dæmis okkar hugtök, drottin. Það er til dæmis hugtæki sem er notað. Og það er svo mikið sem spáir í hvað drottin þýðir í dag en drottin er sko gamalt hernaðarhugtök. Drottin, það var leiðtogi þetta dróts sem var þess hópur stríðsmanna, herbana þannig að fyrir vikingana og hernaðarkúltúrin þá í kringum Óðinn og allt slíkt á vikingaöld þá var mikið meira aðlaðandi þá að fylgja þessum stríðskvið þetta er minn drottin Kristur konungur sem síðan auðvitað í okkur í dag
já, sem okkur síðan búið tapast og glatast og engi svo spári þínum einhverju fræðimenn. Þannig að þess vegna fekstu líka sko einstaka svona Kongó kirkju. Já, þetta mjög áhugavert auðvitað með skoður þetta í þessu samhengi skilur og ber þetta bara sama við bara ríkis uppbyggingu eða samþjöppun valds og kristni í Norður-Evrópu skilur svo í Noregi og Svíþjóð og Danmörku skilur og sem vikingasvæðum skilur að fara frá því að vera skilur frumstætt ríkislaust veiðimanna og bændasamfélag yfir í að það verður til vísir að ríki skilur eða vísir að konungsríki skilur og það verður tekin upp ég meina avanseruð trúabröð það náttúrulega gerist í Norður-Evrópu og þú veist og við löðum kristnina að heiðninni og allt þetta eins og við þekkjum með þú veist þegar kristnin var tekin upp hér og það er kannski áhugavert að bera það saman við það sem er að gerast þarna einmitt. Algjörlega og ég myndi segja algjörlega að þetta var mjög svipuð fyrirbrigði og maður fær þá betri skilning held ég á því af hverju elitan í Kongó þá var að taka upp kristni, var að taka upp þessi nöfn og titla og þeir gengum þess að það langt sko að þeir tóku upp með þess að riddarareglur. Einmitt. Og svo var ekki líka þú veist eins og þú varst að nefna með kirkjunum þú veist að þau voru til þess að þú veist að senda einhverja beiðnir og hitt og þetta til páfan skilur og páfinn var að taka afstöðu til mála í trúalegra mála í Kongó og svona. Já. Og það er nefnilega líka skemmtilegt við að þá sér bara þetta konungsríki Kongó það var í tölurum alþjóðatengslum því þeir voru í tengslu við páfan þeir voru að skrifa til páfans og biðja hann stuðning og hitt og þetta og til dæmis að koma á fót einhver erkibiskupsdæmi í Kongó og ennfremur voru þeir líka að skrifa auðvitað mikið til konungarna í Portúgals og líka til Spánar. Já, voru náttúrulega samskipti við hollendinga líka. Já, líka samskipti við hollendinga. Þannig að þarna sér maður ríki sem er hluti þá að þessum svona alþjóðsamskiptum sem eru að þróast á þessum tíma. En ótrúlega merkilegt, mér finnst bara svo merkilegt að hugsa þess að við erum að tala um kringum 1500 skilur við. Við erum að tala um 16. öld og þú veist þetta er svo ógeðslega langt þetta er svo stutt frá miðöldum bara fyrst mér. Já. Og það er svo gaman að fjallum sko, eins og nú erum við búin að tala mikið um Portúgal og þetta hvernig Portúgal uppgöpt var Kongó og svona, þú veist, það er auðvitað hluti af þessari stærri sögu landafundi Evrópumanna og þessari útrás Evrópumanna út á úthöfin sem byrjaði þarna þetta og við fáum náttúrulega bara þessa algjöru umbreytingu í menningu og þú veist, verslun og atvinnuháttum og allt sem að markar umbreytinguna frá miðöldum yfir til nýaldar sko. Og þú veist, þetta gerir svo fljótt sko, að Portúgal eru sko í byrjun 15. aldar skilur, þá er svona upphaf portúgalska heimsveldisins, þú veist, þess að þeir eru að byrja að sækja yfir til Norður-Afríku skilur að stofna einhverja svona stofna til verslunar við þú veist, Araba þar eða múslima og fara svo alltaf, þú veist, suður og Grænhöfðaeyjar og Kanaríeyjar og hvað þetta heitir og allt. Og svo getur maður séð sko hvernig þeir sko bara fara bara sunnar sko bara með hverju árinu meðfram Afríkuströndinni frá bara svona byrjun 15. aldar og svo koma þeir til Kongó 1583 og svo er náttúrulega bara haldið áfram skilur og þeir ná fyrir hvað heitir það í Cape síðasta 8 Góðravonarhöfða, já. Síðasta 8 Afríku upp á 1500 og svo náttúrulega bara haldið áfram austur á bóginn, þetta er að gera svo hratt bara á einni öld sko, þá eru Portúgalar búin að stofna til verslunartengsla sko meðfram allri Afríkuströndinni og við allt Indlandshafið í þú veist, á Indlandi og í þú veist, Kína og í Japan og allt sko. Já, og það er líka svo flott, ég veit ekki hvort þú hefur séð það, að Portúgalskt kort síðan held í 1503 eða 1510. Já. Nei, hvort séðan setna, allavega þá á 16. öld, þar sem að þú sérð sko kort af heiminum og hvað Portúgalar eru búin að rannsaka þannig, þá sérðu sko suðurströnd Grænlands inn á því, Einmitt. Brasilia er komin en ekki Argentína og það
þú sérð kannski svona Tæland, það sem hluta Malasíu í dag, alveg austri, en síðan vantar, þú veist, ennþá töluvert inn á kortið og þarna sér maður sko hvað Portúgalarnir voru búin að uppgöta á þessum tíma og mjög áhugavert og flott kort. Því var einmitt held ég smiglað og það í Norður-Ítalíu í dag. Já, ég nefnilega var einmitt, ég svei mig það, ég var ekki bara að skoða þetta kortið daginn, aukst ára netinu. En já, Portúgal auðvitað mikil, og það alveg mögnuð saga, það portúgalska heimsveldið, við ætlum að taka það sérstaklega fyrir. Og þegar við skoðum þessu nýlendu veldi öll, hvað þau mismunandi í sinni nálgun, Portúgal með alveg sérstaklega sögu, þú veist, það fyrsta nýlendu veldið, evróska, þú veist, sem byrjar þessa öld, skilurðu, í þú veist, upphafi 15. aldar, þú veist, og síðan Portúgal sko líka í rauninni síðasta kannski nýlendu veldið evrópska vegna þess að sko eftir seinni heimsstyrjöldina náttúrulega vesturveldin, Frakkland og England og Bretland og þetta fara sko að af nýlendu væða sig þá einhvern veginn halda Portúgalir svo fast í, þeir eru náttúrulega þetta með einræðiskerfi þar, svona hálffasist Salazar og við fáum öll þessi hryllilegu nýlendu stríð í Angóla og Mósambík og meira sjá Indlandi, ég menna þú veist Indverjar, þú veist Portúgalar héldu í einhverja borg hérna Góa einmitt á Indlandi sem að sko Indverjar gerðu bara hreinlega innrás og innlimuðu 1961 og Portúgala bara mótmæltu því í Sameinuðu þjóðunum og eitthvað sko, þannig að þú veist, þannig að bæði þetta sko fyrsta nýlenduveldið og síðasta nýlenduveldið, alveg stórmagnu saga sem ég held við þurfum að taka fyrir sérstaklega. Já, við þurfum að taka það á sögu, því ég held að sko fjall ekki þessi portúgalsku nýlendur var ekki bara á 8. áratugnum, 74? 1970 og eitthvað sko, og það líka svolítið áhugavert að maður tengir þetta við það sem við vorum að tala um í síðasta þetta. Aðeins off topic hérna sko, því við vorum að tala um kommunismann og við vorum að tala um sko staliníska eða hvað við setja marx-leniníska kerfið, þú veist, það sem við allar reyna fyrir svona landbúnaða samfélög eða þú veist frumstæðar iðnvæddar þjóðir að þú veist að ná iðnvæðingu sko. Þú veist, þessi hugmyndafræði þetta gátum við notað í Afríku líka og það er til ákveðin undirgrein undir sósíalismanum skilur sem afrísku sósíalismi mikið að hugsa um þar og kenningasmiðum og byltingamönnum og baráttumönnum í Afríku þetta í kringum allar þessa afnýlendu stefnu sem að hérna, koma fram þar og við sjáum sérstaklega þessu tilfelli, ég meina bæði Angóla og Mósambík eftir þessa borgarastyrjaldir á 8. áratugnum verða að sko svona kommunistaríkjum eða þú veist svona marx-leninískum sósíaliskum ríkjum sem reyna að vera með eitthvað svona ríkisósíalisma til þess að byggja sig upp sko og eru þá studd af sko Sovjetríkjunum á Austur-Þýskaland og Kúbu og svona, ég meina svo Che Guevara til dæmis var mikið í Angóla sko í baráttu til dæmis sko og þannig að þetta er svona ákveðin tenging hérna við málefni síðasta þáttar sem er svolítið áhugaverð sem að var líka alveg gaman að skoða betur seinna. Algjörlega, það verður mjög gaman. Og svo náttúrulega líka því við vorum nú fara hans yfir í þá Portúgal sem nýlenduveldi að hvað var að segja, hann Afonso fyrsti sem var konungur á 17. öld, hann konungur Kongó eða Portúgals konungur Kongó. Já, maður verður að passa sig á þessu því það er máli með portugalsk nöfn á þessum kóngum það er að passa sig á þessu hann hét nú eitthvað annað sko ég er nú með þetta hann látum okkur sjá Afonso fyrsti af Kongó Mvepa Anishinga ok, við höldum okkur við Afonso já, ég held við höldum okkur við Afonso en já, það sem best ég hef bara rekist á það áður þessi skrif hans þar sem hann með sérstaklega var þá á mótmæla þrælaversluninni og það þetta sem þú nefndir áðan þetta ríki vildi ju ekki selja eigin þegna og vildi að þrælaverslunin væri þá undirlögð kongóskum lögum en það sem ég bara rekist á áður þá hefur hann svolítið verið málaður upp sem einhvern veginn svona hvað maður kalla svona frelsis sinni eða eitthvað svona sjálfstæðishetja
Já, og svona andþrælaverslunar hetja. Já. Það nefnilega svolítið erfitt líka í sögu Afríku að sko, það ég held segja ekkert fyrirbrigði sem rótgrói í sögu Afríku og þrælaverslunin. Þannig að hann var það auðvitað ekki. Nei, hann var sjálfur með þræla. Já, og þannig að það sem hann var fyrst og þess að gagnrýna var jú bara, hvað var að segja, mynd þrælaverslunar, ekki þrælaverslunin sjálf. Já, hann var líka gagnrýna það sko að Portúgalar væru tilfellið sem að Portúgalar voru að ræna þrælum ólöglega, að þeir voru að koma upp á ströndina og þú veist og stela fólki, að ræna fólki sem voru þó þegnar hans ríkis og hann mótmælti því, já. Það sjáum við til dæmis í bréfaskiptum hans við portugalska konungina sem hann að kvarta yfir þessu sko. Og eins að kvart undan að þeir var að versla við aðila sem voru þó ekki hluti af hans mönnum, því hann auðvitað vildi hafa einokun á þrælaverslunni og stýra þrælaverslunni því það var svo mikil auður í þrælaverslunni og það var líka mikilvægt að hafa það í huga að til dæmis þetta ríki, konungsríki Kongó þá gat selt Evrópumönnum þræla og fengi þá í staðinn byssur og púður og vefnaðvöru og allan að slíkt sem síðan konungunum gat deilt út til elitunar til þess að viðhalda valdi sínu og viðhalda stöðu sinni. Það óvart þetta með svo virðist sem sko þrælar hafi verið eina varan sem að sko Evrópumenn voru áhuga samur að kaupa. Já. Allavega svona að langstæstu leyti. Já. Og mann verið svona eins og að sko já, allt hafi snúist þetta og þau auðvitað tala það að þrælahaldið hafi náttúrulega orðið til þess að þú veist, þetta riðaði til falls og hafi gríðarlega slæmar afleiðingar fyrir allt þetta svæði þarna með þú veist, Afríku sérstaklega þar skilur og það sem að flestir þrælar komu frá þessu svæði og það tala sumstaðar í Angola hafi orðið sko bara orðið skortur á fólki og annað sko síðan meir sko þegar þrælaverslunin er komin upp í sínar hæstu hæðir auðvitað verður svona mikill ofstopp í þessu þannig að sko Kongó höfðingjarnir til dæmis og þeir voru náttúrulega með sitt svona innra efnahagskerfis og það talað það eru þessar skeljar sem að var gjaldmiðlinn í þessu svæði sem ég man nú ekki, hvað var þetta ekki einhver skelfiskur sem að menn köfuð eftir undan ströndum Luanda eyjarinnar sem er nú held ég höfuborg Angola í dag eða ekki? Já. Þar fundu þau skeljar sem voru notaði sem var svona gjaldmiðill í þessu ríki. Þetta náttúrulega vildu Portúgalir ekkert fá þannig að höfðingar gátu til dæmis nota þessar skeljar til þess að kaupa þræla af öðrum og selt síðan áfram og það meira sér dæmi sko að menn hafi verið að borga fyrir þjónustu kirkjunar og annað með þrælum, skilurðu. Þú veist, þrælar var það eina sem Evrópumenn vildu sko og þetta náttúrulega, við getum ímyndaði hvað áhrif þetta hefur á landið sko þegar síðan kemur fram á síðari aldir það sem að fer að vera skortur á fólki og þú veist og þú getur ekki lengur verið að hernema eða fara í stríði nágranna ættbálka eða nágranna þjóðir og taka til fanga fólk til þess að selja þá þarf að fara að ganga á mannauðin í sjálfu landinu sko. Já, og það var líka náttúrulega vegna þess að þetta ríki svo sem hafði ekkert annað hvað maður segja námugröft til þeim að það takmarkaður og það var ekki geta eða ég veit ekki hvað maður kalla áhuga eða vilji til að skrafa eftir gulli og einhverju slíku sem hægt var að selja Evrópubúum. Landbúnaðurinn náttúrulega var lítill sem engin, það var bara nóg til þess að fæða þá sem byggu þetta nú þegar. Vefnaðar var eitthvað slíkt, jú þeir framleiddu eitthvað úr einhverjum pálmatrjám, kallast það raffi eða eitthvað svona sem ég hef ekki heyrt áður sem Evrópumenn höfðu svo spengan áhuga á. Þannig að eina sem Evrópubúar höfðu áhuga á voru þrælar og það var einmitt til þess að til dæmis að byggja óbyggðar eyjur eins og hérna, hvað heitir hún, São Tomé. Já. São Tomé, já, hún er hérna fyrir utan. Sem er hérna, undan strönd Afríku og var óbyggð þegar Evrópumenn uppgötvuðu hana. Einmitt. En þetta er eldfjalla eyja þannig að það er mjög góð jarðvegur þarna
þannig að þú getur ræktað mikill sykur og sykur var einmitt mikil eftirspurn til sykri í Evrópu en sykur krafðist mikils vinnuafls og þátlega með svar þá upplagt fyrir Evrópubúi einmitt að flytja þá vinnuafl frá til dæmis Konungsríkinu Kongó og þessu svæði ódýrum þrælum til São Tomé og láta þá vinna þar á einmitt plantegrum sem fara með þetta á sykur sem hægt að senda til Evrópu og selja. Það sé líka þetta sem með skeljarnar. Fyrir Evrópubúum voru þessar skeljar náttúrulega einskis virði og ef ég mann rétt að þá vaxas eða eru svipaðar skeljar eða ekki sama tegund líka undan stöndum Maldíveyja. Þannig að Evrópubúar skópluðu upp skeljum þar, notuðu bara sem ballast þegar sigldu til Afríku og köstuðu því þar í þá einmitt þrælasalana og þú getur rétt ímyndaði hvað þetta þá ódýrt fyrir Evrópubú að móka upp skeljum einhver staðar og sigla til Afríku og kaupa sér þræla og sigla með þá og láta þá síðan vinna og framleiða það eitthvað sem hægt síðan að selja fyrir gull og silfur í Evrópu, sykur, kaffi, tóbak og slíkt. Þessar skeljar voru kallaðar Nsimbu og Olivella nana sem þessi tegund sem þessi skel kemur frá. Þetta ekki skelfiskur eða eitthvað? Jú, þetta einhver skelfiskur. Stendur á Wikipedia að stendur kvenkyns þræll gat verið keyptur fyrir 20.000 svona skeljar og 30.000 fyrir karlkyns þræll. Stendur hér á Wikipedia á meðan til dæmis 100 skeljar voru notaðar til þess að kaupa hænu. Já. 2.000 fyrir geit. En þetta til dæmis þrælaverslunin leiddi síðan til þess að ásætti tímum að til dæmis fyrsta Kongó-portugalska stríði braust út á 17. öld og það var þá meðal annars vegna þess að Portúgalar voru þá líka búin að koma sér upp stöðum í því sem í dag Angola og með alltaf mikil verslun og voru svona lítil portúgalsk samfélög þarna. Og það var þá meðal annars vegna þess að strókuþrælar gátu flúið þetta norður eftir og gátu oft fengið grið þar. Og þá einmitt reyndi landstjórinn þá í Angola að leggja undir sig hluta af þessu svæði og til að ná aftur í þrælarinn og stoppa þetta. En Portúgaldi voru svo fáir og þarna var Konungsríki ennþá það sterkt allir fyrsta Kongó-portúgalska stríðið. Það unnu Kongó menn. Til dæmis konungurinn gat þá kalla á 20.000 manna her, Portúgalar voru náttúrulega ekki að senda 20.000 manna her á Portúgal til þess að berja stöð á. Þannig að þeir töpuðu því stríði á 1622. Og það svo áhugavert að þessu þarna blandast með inn í þetta þá hollendingar, til dæmis að það sendur sendibúið til Hollands og reyndi að koma á einhverju samkomulagi að Kongó og Holland myndu saman ráðast á Angola til að hrekja Portúgalinn út og hollendingar sendu til dæmis flota suður eftir sem kom það árunni seinna en inn í millitíðinni þá hefði þá konungur Kongó sem hafði hringt þessum plönum á stað, hann lést og sonur hans hefði tekið við og þarna voru Portúgalarnir búin að höfðu farið á hnjánum og beðið griða og portúgalsku samfélagin í hans konungsríki og í Angola voru þá líka búin að biðja miskunn og þá búið að hrekja landstjórn þannig að hann afþakkaði síðan þetta boð hollendinga og sagði meðal annars þetta fannst mér mjög áhugavert að lesa hann sagði að sem kaþólskur konungur og sem kaþóliki þá gæti hann ekki verið í hernaðarbandalagi við mótmælenda og ekki kaþólika og ráðist á aðra kaþólika. Síðan getur maður spurt sig hversu mikið þetta bara einhver pólitísk orðræða og eitthvað þannig en þó að sé bara það þá er samt áhugavert að þarna segir allan eitthvað svona þessi einkenni eða hvernig konungur Kongó þá leita á sig sem kaþólskan konung. Áhugavert. Og þannig það varð ekkert að því. En þetta síðan auðvitað vatt upp á sig þannig að út 17. öldina þá voru fleiri stríð á milli þeirra meðal annars þá annað portúgalska stríðið þá einmitt mistu þeir síðan á endanum þetta Luanda þessa eyju og þá einokunn á þessum skeljum. Mér finnst mjög áhugavert að því að þú nefnir einokunnun á skeljum af því að þetta svona, maður getur séð þetta í samhengi sögu
sögu gjaldmiðla og sögu peninga og svona að þú veist alveg svo þú ert með í dag ríkið konungurinn eða ríkið og seðlabankin er með einokun á því að framleiða að prenta peninga að þá var það einstátna að konungurinn hafði einokun á því að veiða þessar skeljar upp og dreifa þeim síðan út í hagkerfið eins og hálfgjörður seðlabanki sko. Já, eins og seðlabanki. En svo er líka mjög áhugavert í þessu að mitt að fara að vera alls konar samskiptið aðra þjóðir og svo er náttúrulega svo mikill svona faksjonalismi líka og höfðingjar sem er erfitt að halda stjórn á. Já. Og hinir ýmsu höfðingjar að sækja stuðning til annarra Evrópuvelda og annað og þá koma alltaf þessi þrælar inn í þetta. Já. Það er alltaf verið að selja þræla til þess að kaupa sér stuðning Evrópuvelda. Já. Og kongurinn þurfti að þú veist selja þræla til þess að fá stuðning til þess að berja niður uppreisnir og annað og þeir eru skortur á þrælum fyrir utanríki þá til dæmis var það leið til þess að fá þræla til dæmis að selja glæpamenn eða hertekna fanga eftir uppreisnir. Þú veist, þú færi Evrópumenn til þess að hjálpa þér að slá niður uppreisn og borga fyrir það með þrælum frá þessum uppreisnar her sko. Já. Þetta var það mikilvægur hluti af konungsríkjunu og fyrir konungsfjölskyldunum að halda völdum var að nota portugalska eða sérstaklega portugalska málaliða. Já. Og þeir voru til dæmis með sko portugalska málaliða þá sem voru þá með byssur og þeir notuðu síðan fallbyssur líka með tímanum. Einmitt. Þannig að það voru þetta mjög sko þétt samvinna oft með þessum nýlenduveldum líka. En síðan náttúrulega hægt og rólega eftir þessi leið á 17. öldina og lok 17. aldar þá síðan einmitt byrjaði þetta ríki að leysast upp og það brutist út borgarastyrjaldir og upp úr því náttúrulega þegar að sko þessi tiltölulega sterka konungsstjórn var fallin þá náttúrulega var miklu léttara fyrir nýlenduveldin og sérstaklega Portúgala að ná þessu undir sig og spila þá einmitt á þessa herra sem voru þarna. Einmitt. Þannig að sko þetta ríki hægt og rólega auðvitað veikist á síðan þarna og sérstaklega þá upp úr 1700 og lendir alltaf bara meira og meira undir Portúgal. Á einhverjum tímapunkti þá er þetta formlega gert að svona hann verður formlega svona lénsmaður portugalska konungsins á einhverjum tímapunkti þegar ekki. Jú. Frá svona 1857 til 1910 þá er konungur Kongó svona undir portugalska konungnum og þá er ríkið alltaf bara orðið meira og meira nýlenda enda finnst þetta ríki ekki í dag með sömu landamæri því þetta var síðan skipt upp úr Berlínar fundirum var hann ekki 1800 80 og eitthvað 4 eða 7 eða eitthvað þar þegar Evrópuríkin skipta Afríku með sér 85 er það ekki? Jú, þetta var Berlínar ráðstefnan 1885 1885 og þannig að þú veist þungamegas í þessu ríki þá varðu þetta þá Angola með 10 tíma en titillin lifði samt áfram því konungstitillin auðvitað var það meira bara svona virðingatitill en hann hélt lífi allt fram til 1960 eitthvað ef mann rétt. Já, bara svona sem svona virðingartitill ykkur. Já, það sem var þá einhver sem gerði kröfu til titillsins bara eins og þú veist það auðvitað til erfingi Habsborgarakrúnunnar í dag og Hohenzollern það er alltaf höfuð Hohenzollern ættarinnar auðvitað er líka ykkur kall sem geti orðin næsti Þýskalands keisari ef þjóðir eru að breyta hans til hjá sér eða Róman og fjölskyldan eða hvað það er en það var síðan einmitt einhver deilur síðan erfðir þá þannig að þá endanlega fjall þessi titill niður fyrir. En það er ótrúlega áhugavert samt sko að skoða að sjá þetta í samhengi við þú veist einmitt hvernig nýlendustefnan var svona mismunandi hjá hinum ýmsu ríkjum þú veist og oft voru Evrópu þjóðirnar og Bretar og svona að vinna með lokal stjórnvöldum og svona og annars staðar voru
var mjög öflugt miðstjórnar nýlendu batteri og svona, það er mismunandi alls staðar og þarna ertu með í rauninni svona bara svona gamaldags svona evróst miðaldakerfi þess að þú ert bara með, þú veist, alvöru konungsríki eða þannig sem að alvöru svona fjúdal kerfi skilur það sem að konungurinn sem hefur löggildingu þá frá fornu fari þú veist, inn í portugalska kerfin og ég held að ég get alveg trúið að það sé kannski líka svolítið hluti af þessu portugalska heimsveldið þú veist, á 20. Þú veist, þeir voru og þessu sérstaklega undir Salazar og svona, þú veist, það var litið á einhvern veginn portugalska heimsveldið sem skiluru sko, þú veist, Angola og Mosambík var, þú veist, samkvæmt skiluru þeirra svona orðræðu þó það hafði þetta ekkert verið þannig í raunveruleikunum skilur, þá litið á þetta sem skilur bara hluti af Portugal skilur, bara eins og hvert annað hérað og þú veist og það er alveg svona öðruvísi nálgun heldur en mörg önnur evrópsk ríki höfðu sko. Já, og svo en sér líka mikilvæg hluti sem að það þarf líka að taka svolítið með að því að það munur auðvitað því sem er í orði og á borði. Svo til dæmis eftir þetta Berlínarráðstefnuna að jú, þá setja Portugal hérna fram okkur kröfur og svona en til dæmis þá sem var konungur á þessum tíma Petro V segja að hann stýrði samt þetta sem konungur fram til 1891 þátt fyrir ráðstefnan sé hérna 85 og til dæmis þá styrti konungsvald sitt ákveðnu leyti og þannig að til dæmis veist, að þetta hangir allt fram til 1914 þú veist, þá var gerð hrundist að einhverju uppreist gegn Portugalum og þá sló Portugal hana niður og þá var það endanlega afnumið þá var þetta konungsríki að því allir Portugalar 1885 voru ekki nú sterkir til þess að senda þarna herleiðangur og þvinga fram kröfur sínar þá voru það háðir í að vinna með einhverjum svona einhverjum stórkalli að nota það orð sem hafði það ákveðna löggildingu sem þá þetta Petro hafði sem þá handhafi þessa titils sem var ævaforn titill ef hann nær aftur til 1390 þegar ríki var stofnað þannig að það er líka ég var að lesa mér til það í tengslum við með þennan þátt þessa ráðstefnu í Berlín, við erum líka að taka hann einhvern tíma fyrir því ég vissi það ekki að nútímasakfræðingar hafa líka verið svolítið að endurskoða hana og segja að það hafi verið svona kannski að séu svolítið íkjur hvað hún hafi skipt miklu máli í að skipta Afríku niður og það þá bent á að það hafa aðrir sko samningar áður eða eftir það skipt meira máli og það var kannski meira verið eitthvað svona hvað maður segja, orðræða þannig að það verður þetta áhugavert þema þá er einmitt þetta gott dæmi það að þarna er kóngur skipt og svona en titillinn og konungurinn samt heldur áfram sínu styrki það er einmitt á þessari ráðstefnu 1885 sem að síðan fríríki Kongó verður til sem er rauninni annað ríki náttúrulega en nú samt á þessu svæði sem er þá verður síðan að belgísku Kongó sem að við höfum kannski þessa mest svona alræmdu sögu nýlendu stefnunar og síðan þetta má ekki gleyma því náttúrulega að þetta, þú veist, nú erum við búin að tala mikið þrælaverslunina og svona í tengslu við sko, þú veist, Angola og Portugal og svona og það er náttúrulega þetta stærsti hluti þessarar Atlantshafs þrælaverslunar er svolítið á milli þú veist, Kongó konungsríkisins, Angola og síðan Brasilíu, þú veist og maður hefur líka hér talað til dæmis á tímabili hafi sko brasilísk áhrif verið sko jafn mikil þarna og portugalsk það er að segja bara brasilískir kaupmenn og þrælakaupmenn og þú veist sem voru bara að koma beint frá Brasilíu og voru það ekki einmitt frá Portugal beint sko. Nei, einmitt. Ekki talað sko hvað er þetta 20, 30, 40 þú veist þetta er alltaf tölur alltaf á reiki með svona einhverstaðar ef ég sé sko að það hafi verið alls 12 miljón mann sem að voru ferðir í hlekkjum yfir Atlantshafið sko alltaf sko ég sé það hérna fer hérna inn á vefsíðu sem heitir slavevoyages.org sem var nú bara linkað inn frá Wikipedia síðinu hérna transatlantic hérna Atlantshafs þrælaverslunarna þá getur maður séð hérna heildartölur þrælaverslun á Atlantshafinu frá 1500
til 1875 og þar getur maður að sé það að það eru alls 12,5 milljón þrælar sem hafa verið færðir í hlekki í Afríku og lagt upp með og það náttúrulega eitthvað margir aðeins dó á leiðin og svona þetta þess að hverjir voru fluttir sko, af stað og þaraf er 5,8 milljónir á vegum Portugal og Brasilíu sem er sko 46% samkvæmt þessu það er rosalega mikið á öllu þessu tímabili og í öðru sæti eru Bretar með 3,2 milljónir Frakkar 1,3 og Spánverjar 1,0 þannig að þú getur séð það sko að Portugalar hafa borið sko höfuð og herðar yfir alla hina í þessari þrælaverslun en hérna áður við sleppum þess aðeins getum við aðeins, mér langar að sko við spólum aðeins tilbaka og skoðum þetta sjálft þetta ríki, getum við sagt eitthvað sko Portugal og þrælaverslun þetta er mjög mikilvæg hluti í þessari sögu og bara tekur þetta algjörlega yfir en ef við myndum skoða þess þetta ríki og menninguna og stjórnkerfið hvað veitum við það skiluru óháð Portugalunum og þú veist þrælaverslunin og svoleiðis það er svolítið erfitt einmitt að segja eitthvað það mér dettur huga þetta er svolítið svona svo að tala um norræna goðafræði til dæmis án þess að nota kristnar heimildir það er raunverið ekki með neitt því þú veist allt sem við veitum norræna goðafræði er skrifað af kristnum mönnum nokkur 100 árum seinna þannig að allt þetta er voða skekkt þannig en til dæmis það fyrstu steinbyggingarnar sem voru byggðar í þessu ríki þú veist það voru byggðar með aðstoð frá Portugalum sem byggðu þá til dæmis dómkirkjur og slíkt en ekki það að maður sér samt líka auðvitað lærði þá síðan þessi íbúar Kongó lærði síðan að Portugalum þannig þeir gátt síðan farið að byggja þessi steinbyggingar sjálfir og viðhalda þeim og eins og með stjórnsýsluna og þá varstu þá út og sagt að þú hafi verið með þessi svona hefðbundnu stjórnsýsluform sem var þá með eitthvað sterkan konung sem næra byggja upp eitthvað svona ríki þá og á sína höfuborg ef við notum það orðið og næra þvinga fram vilja sínum en háður því þá að vera með eitthvað svona greifa eða aðalsmenn þá sem þetta úti í ríkinu höfðingja eitthvað svona höfðingja og auðvitað notuðu þá auðvitað mikið þessi klassísku fjölskyldutengsl eins og bara það að ríkið á sér upphaf í þessu hjónabandi maður getur borið það saman við með Spán og sammenningu Aragóníu og Kastilíu með Ferdinand og Ísabellu það er ríkið sem á líka upphaf þá einmitt í hjónabandi tveggja konungsfjölskyldna og en svo alltaf sér maður samt að ríkisbyggingin er rosalega háð Portugalum eins og þetta nota portugalska málarlega portugalska titla horfa mikið til Portugal nota mikið kirkjuna en gera þau þetta samt líka á eigin forsendum alltaf mikilvægt að halda því til haga líka þetta er ekki bara að vera að taka upp í blindni en þannig eru þetta líka við sjáum þannig allan heim að þessar evrósku vörur það eru mjög heillandi og hafa alltaf heillað alla öllum langar í nýjustu byssurnar, nýjustu vopnin þú veist það er svo mikið valdið þannig að þú ert alltaf tilbúin í að reyna að ná í það nýjustu fötin eða hvað það er eða einhver tækni og tól og hvað það er þannig að þetta er þessi saga þessi ríkis auðvitað búið samofin þá sögu Portugals en ekki það er mikilvægt að halda þetta í haga þetta ríki var auðvitað sjálfstætt allt fram til hvað við segja, kannski allavega 1700 og það var ekki fyrir fyrst upp úr borgarastyrjöldinu þá og 1800 virkilega fór að síga undan því þannig að maður getur þetta sagt að þetta ríki tók upp mjög mikið af portugalskri menningu en mikið á eigin forsendum Áhugavert En hvernig er þessu í dag? Eins og nú greinilega hlýtur kirkjan að vera örugglega og nú þekki ég ekkert hvernig er málefni kirkjunar í Afríku í dag en maður veit allir með það í Eþíópíu svona það sem að menn hafa fornar
rætur sko kirkjunar sem ekki tengist nýlenduveldunum og svona, þannig kannski auðvitað tengist kirkjan og trúin náttúrulega nýlendu kerfinu auðvitað sterkum böndum en samt nær þetta svo langt aftur að þetta kannski hefur þekkir þú eitthvað hvernig þetta í dag á þessu svæði með kirkjuna þarna, ég sá nú þarna á Öxtaðar netinu ykkur alveg ævaforn steinkirkja sem að er frá 15. öld sem að menn segja sé svo elsta í Afríku sunnan Sahara. Já, einmitt, allir að segja hafa kirkja sér til þess Jóhannes Páll Annar hélt séðan messu í. Það var stór viðburður. Þannig að jú, þetta skipt það alltaf máli en hvað var að segja, jú, kirkjan þetta var mjög samofin nýlenduveldunum en það sem er áhugavert líka er að kirkjan var líka frumkvöðlinn að sjálfstæðisbaráttunni. Því fyrsta kynslóð sjálfstæðisbaráttu manna og kvenna, en alltaf fyrst og fremst manna þá, voru menntaðir í skólum á vegum kirkjunar. Og kirkjan var þetta fyrst og fremst með það markmiði að kenna mönnum að lesa biblíuna, en þú ert búin að læra að lesa biblíuna getur líka að lesa aðra texta. Þannig að menntun kemur mikið það og ennfremur er að kirkjan sem mikið hefur verið mjög framarlega í allri þjóðernisuppbyggingu. Það er sama eins og við varum að tala um núna Austur-Evrópu. Þjóðernishreyfingar allir í Tékkóslóvakíu og Júgóslavíu og Rúmeníu og sem ríkjum þetta voru mjög oft klerkar sem voru framamenn þar. Og það náttúrulega hangir þetta saman með það að það eru þetta prestatinn sem fyrst og fremst hafa atvinnu af hugmyndum og eru menntaðir og eru að kenna öðrum. Þannig að til dæmis sjálfstæðisbarátta Afríku er mjög lituð af því að fyrsta kynslóð var menntuð í skólum kirkjunar. Hvort sem það var þá kátólska kirkjan eða einhverju mótmælendasöfnuðir eða hvernig það er. En Afríka sunnan Sahara er að megninu til kristin. Já, að megninu til, sérstaklega svona langt sunnarlega. Þannig að í Kongo og Angola þarna eru 90% eru kristin. Þannig að kirkjan hefur haft alveg gífurlega áhrif á þessi samfélög. Og það er í Afríku sem er mesti vöxtur í kristni í dag. Og ennfremur náttúrulega þá líka núna þegar Afríkubúar síðan, ég held að 2100 eins og mannfjöldaspár eru núna, þá muni Afríkubúar vera 50% jarðabúa. Þannig að það er mjög áhugavert hvert það stefnir. Já. En það hefur nú verið mikið styrjaldir og stríð og borgarastyrjaldir hérna bara síðustu áratugina frá sjálfstæðum, sérstaklega á þessu svæði og í Kongo og Hélt þetta ekki belgíska Kongo út í viku held ég. Það er svo grátlegt. Belgarnir sögðu við belgíska Kongo og þið hafið enga burði til að vera sjálfstæðir. Gleymið þessu, þetta er alveg vonlaust. Þeir vildu sjálfstæð og belgarnir vildu þetta svo sem aldrei. Þannig að þeir gjöra svo vel og ég held að þeir hafa haldið út í viku. Þá gefið herinn uppreist. Já, þú tala um hana liðstjórnar liðveldið sem síðan var Zaír. Þetta er náttúrulega bara svo aftur að þessum landamærum þetta er svo sérstakt auðvitað því að þetta er náttúrulega allt tengist náttúrulega bara hvernig nýlenduveld skipt svo milli sín og hvernig þú ert með, við tölum Angola og Kongo 1 og Kongo 2 og svo líka fyrir austan Kongo, stóra Kongo þar ertu með Tansaníu sem var þýsk nýlenda og síðan ertu með þessi tvö ríki Rúanda og Búrúndí sem hafa þetta voru borgarastyrjaldir og þjóðamorð og allt sem við þekkjum úr bara nýlegri sögu sem að hafa fléttast inn í innanríkismáli í Kongo og alls þar þarna. Ég meina það voru þó svæðið sem að belgar frá belgísku Kongo tóku yfir eftir fyrir heimstyrjöld sem er eina ástæðan fyrir því að þessi lönd er eitthvað sérstök ríki skilur þessi landamæri er alveg stórkostleg Já, er alveg afleitt. Það sem maður líka allir það ef maður horfir svo kort yfir járnbrautir í Afríku það er eitt sem maður tekur strax eftir að járnbrautirnar þau tengja ekki þessi lönd heldur liggja járnbrautirteinarnar alltaf innan á landinu og að ströndinni það er alltaf Tanzania til dæmis þjóður er að Tanzania við byggjum járnbraut og tökum innan á landi út á strönd það er alltaf verið að soga út eða er eitthvað í staðið fyrir það ef þetta væri hefði verið sjálfstæð ríki og hefði verið það við lengri tíma þá byggja járnbrautakerfi til þess að tengja saman einingarnar og framleiðslun og byggja upp eitthvað þannig. En þú getur verið með ríki eða borgir sem er bara mjög stutt frá hvort öðru langt inn í landi en það er engin samskipti þegar það er á milli það er engin járnbrautateinar sem tengja þau
heldur þá þetta fara allavega krókaleiðir. Einmitt. Það mjög grátlegt. Þetta svona margra alda saga af nýlendustefnu í Afríku. Hún hefur sínar afleiðingar í dag. Já, en ekki það. Ef maður ætlar að reyna að enda kannski á svona aðeins jákvæðari nótum að þá nú samt meðal lífaldur í Afríku sunnar Sahara hærri heldur en meðal lífaldur í Evrópu til dæmis 50 eitthvað, 60 eitthvað. Já. Þannig að þú veist alla tölur eru að verða jákvæðari þó að séu borgarastríð í Suður-Súdan og uppreisnarmenn í Kongó og svona þá almennt séð þá hún aðstæður betri. Aðstæður skána. Já. Nákvæmlega. Heyrðu, eru eitthvað fleira sem að við ættum að koma hér að í tengslu við Konungsríki Kongó eða eru við að fara að vera góðir í bili? Já, ég myndi segja að þetta komið ágætt svona gróf yfirferð, það náttúrulega hellingur sem að geta sögt sem ekki meira í og við erum svona ekkert verið að fara í saumana á þessu, en til dæmis ef einhver hefur áhuga á, þá er þetta flett upp þessari bók The Congo Kingdom, þar sem menn geta að lesa alveg nákvæmlega sögupersónur í hinum þessu borgarastyrjöldum og hinu og þessu. Þannig að það eru sumi kaplar í þessari bók sem voru þetta alveg mjög góður, en aðri kaplar fannst mér svona full nákvæmnir. Eins og með pípurnar, hvað var það? Já, eins og ég sagði við upphafi að einn þáttur einn kapli í þessari bók fjallar sem pípu kongósku elitunar og reykingar á tóbaki. Það fannst mér svona á 17. öld ef mann rétt. Mér fannst það að vera svona full nákvæmt. Mér fannst það ekki spennandi kafli, nei. Þannig ég las ég hoppaði yfir hann. Nákvæmlega. Heyrðu, þá segjum við þetta gott í bili hér á hlaðvarpinu Söguskoðun held ég. Við snúum hér aftur von bráðar með eitthvað annað málefni og þangað til verið sæl.